Díana, já, með hvaða væntingar farið inn í deildakeppnina að þessu sinni? Bara eins og við gerðum í fyrra, bara einn leikur í einu og við verðum bara að sjá hvernig við komum undan sumri og bara verður gaman að byrja. Þið hafið náttúrulega styrst frá því í fyrra, fengið Rut og Jónsdóttur og svo markmanninn Söru Sif. Já, ég meina sem eykur auðvitað breytin í hópnum og sem er bara ótrúlega gott, við erum náttúrulega líka að fara í Evrópukeppni. Þannig að mjög mikilvægt fyrir okkur og Rut náttúrulega kemur inn með svona ákveðna reynslu og ákveðna hluti, er náttúrulega bara okkar besti handboltamaður. Þannig að það verður bara frábært að fá hana en hún kemur svona hægt og rólega inn í þetta og þannig að við ætlum að gefa henni tímaðan og hún geti komið sér í stand og hún náttúrulega var ekkert að spila í fyrra og þannig að það bara kemur í ljós. Já, en hún kemur inn með svona aðra víti í liðið því að ykkur vantan örfendaskiptu í fyrra. Já, hún kemur náttúrulega líka bara með öðruvísi viti inn á æfingar og er náttúrulega reynslu mikil og kann að segja til og við erum náttúrulega með ungar stelpur sem að þurfa á því að halda frá svona reynslu miklu þjálfari og svo náttúrulega Sara markmaður búin að koma bara mjög vel inn og fitta rosalega vel inn í hópinn og það verður líka gaman að fylgjast með henni í vetur. Verður ekki bara aukin pressa á okkur aukana að velja valsliðinu undir ökum? Við erum ekkert að byrja að hugsa um það strax, ég meina það er bara fyrsti leikur eftir 2 daga og það er bara 1 leikur í einu og við sjáum bara, ég meina það tekur alltaf tíma þegar koma nýju leikmenn inn að stilla saman strengi og við erum svona að reyna að vinna í því og það gengur upp og niður og við erum bara alveg róleg, við bara sjáum til hvað gerist svo. Þið fóruð út í æfingamót og hafið þið spilað svo eitthvað hérna heima á einhverju mótum eða hafa bara verið æfingaleikir? Já, við vorum bara í 2 æfingaleikjum við Stjörnuna og ÍR en vorum á þessu móti sem var bara frábært tækifæri og líka gott fyrir hópinn að vera svona aðeins saman og því að náttúrulega núna komið sér leikir og svo fyrir við í Evrópukeppni eftir rúma mánuð og þannig að það er nóg framundan hjá okkur.